Takk, Jesus. Amen, halleluja. Ég nýkominn frá Finnlandi, ásamt fjölskyldunum minni. Reyndar ekki þessari sem var að gifta sig síðustu helgi, en við fórum öll inn og bara voru rosa mikið af samkomum og Drottinn hann setti bara svona alveg nýtt í mig. Það stundum þegar maður svona að ganga með Guði og þá kemur ákveðið þreytin af því að óvinur vill þreyta okkur. En ég fann bara þegar ég var þarna úti að Drottinn bara hann svona endurnýjaði mig og setti alveg nýtt í mig. Og ég fann að það væri komið tími til að taka ný landsvæði í Guði. Við þurfum að rísa upp núna og taka nýjar ákvarðanir og taka ný landsvæði í Guði. Og ég ætla svona aðeins að útskýra hvernig það gert. Halleluja, Drottinn minn Jesus. Ég svona Guð gefur mér ná til. En mér langar að segja ykkur það að þegar ég var þarna úti að þá sá ég bara mörg kraftaverk gerast. Meðal annars bara það var kona sem að reis upp á hjólastól. Þannig að Drottinn alveg, hann megnur að lækna fólk. Og ég hef beðið fyrir blindu fólki og það hefur fengið sjón. Ég hef beðið fyrir heyrnarlausum og það hefur fengið heyrn. Og ég hef beðið fyrir mállausum og þeir hafa fengið mál. Þannig að það mjög auðvelt fyrir mig að trúa þessu. En mér fannst svo bara frábært hvernig þessi prédikari stóð að þessu. Hvernig hann byggði trú í salnum og hvernig hann leysti úr kraftaverkin. Og ég bara fékk svona nýtt bara að við þurfum að fara að taka meira vald í Guði. Stíg út í það valdi sem að Guð hefur falið okkar að gera. Algjörlega. Og Jesus vill lækna og hann að gera það. Anna dóttir mín, hún fékk svona spámanlegt orðand úti að þegar hún myndi svona þrengja sig nær Guði og velja Guð og halda áfram að velja Guð að þá myndi Drottinn frelsa vinkonur hennar og vinirnar og það bara gerist bara sömu samkomu eftir hún kom hingað heim. Það bara tók ein vinkonur hennar við Jesus sem frelsa sínum og þegar við báðum fyrir henni í lónkjörinn þá fekk ég, í fyrirbæninu þá fekk ég þekkingur fyrir það að hún var með bakverk, hún var með svona hlustunarverk og hún það væri eitthvað eitt viðbót, höfuðverk. Og bara á einni sekundu þegar ég bað fyrir henni, þá bara fór þetta allt af henni. Og hún hefur aldrei fundið svona mikla gleði í sínu lífi og ævinni. Þannig að Guð að gera nýtt, hann alltaf að gera nýja hluti. Halleluja, hann alltaf að gera eitthvað nýtt. Þannig að ég tala þetta út, en þess að ég að tala út orð trúar, að þið fái meiri væntingu fyrir því að Guð geti mætt ykkur og starfa í ykkur lífi. Amen. Og Jóhanna, hún situr í salnum. Drottinn búin að mæta henni, gefur henni styrk í líkamann. Þannig að Guð engin hlutur vegna. Þannig við þurfum að vænta meira af Guði. Halleluja, amen. Þetta góð byrjun. Trú, von og kærleikur. Þannig við trúum á Guð og við vonum á Drottni og við væntum þess að hann geri meira í okkar lífum. Og noti okkur til þess að fæða fram að hann gerir eitthvað í lífum annarra líka. Amen. Halleluja. Trú, von og kærleikur. Þeirra kærleikur mestur. Amen. Það líka svona á þessari vegferð sem við erum á göngunum með Guði að þá þurfum við líka að hafa svona skýra sýn á það hvert við erum að fara. Við þurfum að hafa við þurfum að vita hvert leiðin liggur og hvernig vegurinn með Guði og við sjáum bara eins og með Abraham. Hann faðir trúarinnar, hann faðir fyrirheitana, hann faðir Ísraelsþjóðina og reyndar líka Araba. Það er bara hvort tveggja. En hann faðir trúarinnar. Og fyrirheitið Jesú Krist kom í gegnum hans ættbýsl. Og þegar Guð kallaði hann þá vissi hann ekki hvert leiðin var sem hann þurfti að fara. En hann ákvað að hlýða Guði og treysta Guði og það var reikna honum til réttlætis. Halleluja. Hann fór alla leið til fyrirheitna landsins og fekk að sjá fyrirheitið fæðast fram sem Guð hefði gefið honum. Algjörlega, en hann þurfti að bíða lengi. Hann var orðinn aldraður og Sara var orðin öldruð þegar Ísak fæddist. En fyrirheiti var gefið og okkur gefið þetta fyrirheiti. Þannig að Ísraelsþjóðin eins og svona náttúrulega brúður Drottins.
Hún Guðs útvalda þjóð, náttúruleg brúður drottins. Og það alveg sama hvað að gerast með þessa þjóð að hún útvalin af Guði, út frá öllum öðrum þjóðum. Og eins við kölluð og útvalin af Guði, kölluð út úr heiminum til þess að vera andleg brúður drottins. Og það segir í Ópenbararbókinni, 19. kafla, að við þegar brúðkaupi verður á himni, að við að fagna og gleiðast, vegna þess að komið að brúðkaupinu. Og brúðurinn hefur gert sér reiðubúna. Þannig að í dag, að þá tími til þess að gera sér reiðubúin, að vera annarkvort sem brúður í brúðkaupinu, eða bara einn af gestunum. Og þegar við förum í brúðkaup, bara eins og þegar ég fór í brúðkaupi hjá dóttur minni, að það sá maður að allir voru svona í fínum fötum, svona voðalega snyrtilegir og fínir og sætir og þess aftar. Þannig að við þurfum að fara úr þessum óhreinnu klæðum vandlega talað og íklæðast styrk drottins og klæðum drottins. Ég eiginlega komin eitthvað alls annað eldri en ég ætla að fara, en það allt í lagi. Ég ætla að lesa nokkuð vers. Ég ætla að gera hann. Ég ætla að segja aðeins frá einni sýn sem ég sá í Finnlandi, áður en ég fer inn í þessi ég ætla að lesa. Ég sá drottinn í sýn, kom með sverð sitt og stingaði niður í jörðina, niður bara jörðina Finnland. Og það kom til mér svona í andanum að drottinn, hann væri að taka niður vígi óvanarins og líka að þá væri hann að svona eins og að svona taka forherningu hjarta okkar í burtu. Og svona taka þessa svona, já, bara eins og umskera þetta hjarta okkar og svona til þess að vekja okkur upp. Og sverð drottins að það sker og það brennir. Og þegar ég fekk að deila þessu samkominni og þegar ég var að deila þessu samkominni þá kom þetta reikninga með þess að hann særir og hann græðir. Og þegar ég talaði þetta út, þá kom maður til mér eftir samkominni og sagði ég fekk hjartaáfall. Og þegar þú sagðir þetta að sverð drottins það særir og hann græðir, þá fann ég bara svo högg koma hjarta mitt og ég fann svona sársauka og svo fann ég bara allt í einu bara að koma lækningu. Og hann sagði mér þetta bara nokkurn veginn seinna og sagði að ég var alltaf að hafa blóðþrýsting, blóðþrýstingurinn bara farinn. Þannig að drottinn hann snerta með að ég var að tala þetta svona spámala orð út, hvað Guð vildi að gera með sverði sinni. Og muni ég var að tala síðast ég var að tala, þá var ég að tala um ákæranda bræðrana. Hvernig hann sigrar fyrir blóð lamsins og fyrir orð vitnisburðarins. Við notum blóð drottins til þess að fá hreinsun og fyrirgefninga synd okkar. En við þurfum líka að taka vald, við þurfum líka að taka þetta sverð andans og taka vald og tala gegn ákærendunum og segja hver við erum í Guði. Þannig að við þurfum að læra að taka þetta sverð andans og segja mér fyrirgefið það sem ég hef gert. Fortíðin að baki mér að ég hreinsaður í blóði lamsins og ég var sigur fyrir blóði Jesú Krists. Og þegar við lýsum svona yfir, þá erum við búin að taka sverð andans, sem Guðs orð, við erum búin að lýsa yfir, tala út orð Guðs, við erum búin að tala út það sem að drottinn hefur gert fyrir okkur og þá rís trúin upp innan með okkur og styrkurinn kemur, við finnum réttlætingu Guðs koma. Það er þrír sem að vitna í himninum. Það Faðirinn, Orðið, Sonurinn og Heilar Andi. Og það er þrír sem að vitna í jörðinni. Það vatnið, það blóðið og það andinn. Og þegar við tökum og lýsum yfir, þá vitnar bæði himinn og jörðin með því sem við lýsum yfir. Og það komið tíma að við förum að taka meira orð Guðs, sverð andans og tala út hver við erum í Kristi. Að taka stöðu okkar, að eignast meiri sigur heldur en við höfum kannski haft. Reyndar alltaf sigur í Guði. Það bara spurning það hvað við gerum við það. Skiljið þið. Amen. Halleluja.
Ég ætla að lesa þessari vers úr Åpenbarabókinni. 19:7-16. Gleðjast og fögnum og gefum honum dýrðina því að komið að brúðkaupi lamsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið réttlætisverk heilara og hann segir við mig, rita þú, sælur eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lamsins, ykkur öllu boðið. Og hann segir við mig, þetta hinn sönnu orð Guðs og ég fell fram fyrir fætur honum til að tilbiðja hann og hann segir við mig, varastu þetta, ég samþjóð þinn og bræðar þinna sem hafa vitnisburð Jesú. Tilbúð þú Guð, vitnisburð Jesú andi spát og skáinnar. Og þetta einmitt þessi vitnisburður sem ég var að tala að trúa blóðið, trúa fyrirgefningu syndana og taka valdið í andanum og lýsa yfir. Og þegar við lýsum yfir hvað Jesús hefði gert í okkar lífum, þá tökum við landsvæði. Meira inn í okkar lífi, við eignast meira sigur inn í hjart okkar. Guðs ríki inn á okkur. Jesús kom til að frelsa Guðs ríki inn á með okkur. En við þurfum líka að lýsa yfir hver konungurinn inn í Guðs ríkinu. Taka valdið og lýsa yfir. Þannig að það herjað á Guðs ríkið inn á með okkur, en það líka herjað bara það sem Guð að gera. Þannig að við þurfum að læra að taka vald. Halleluja. Og þegar við lýsum yfir, þá Faðir, Sonur og Heilagur á himnum. Faðir, Sonur og Heilagur andi á himnum. Og vatnið, blóðið og Heilagur andi vitna með á jörðinni. Þannig að nafn Drottins, það starfar í gegnum það þegar við lýsum yfir. Og við þurfum ekki að biðja Jesús að lækningu. Við bara tökum valdið sem hann hefur gefið okkur og við skipum lækningu í þessi stað. Og okkur gefið það líka skip út illum öndum. Og ef þú ert að glíma við andavald inn í þér eða yfir þér, þá þarftu ekki að óttast. Lykillinn að læra að blessa Drottinn, alveg sama hvað í gangi. Og þegar við blessum nafn Drottins, þá starfar Drottinn samkvæmt því. Halleluja. Þetta svona inngangurinn inn í það sem ég var að tala Halleluja. Það segir í Jónasbyrjunni 15. kafla, því að allt sem að Guði fætt sigrar heiminn og trú vor, hún sigurinn og hún hefur sigrað heiminn. Hver sá sem sigrar heiminn? Nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs. Hann sá sem kom með vatn og blóði, Jesús Kristur, ekki með vatninu einungis, heldur með vatninu og með blóðinu og andinn sá sem vitnar því að andinn sannleikurinn. Því að þrír þessi vitni í heiminum, Faðirinn, Orðið og Heilagur andi og þessi þrír eitt. Og þeir þrír sem vitna á jörðinni, andinn og vatni og blóðið og þeim þremur ber saman. Þegar við báðum Jesús Kristum að koma inn í okkar líf, þá fæddust við að vatni anda og við hreinsumst fyrir blóð Jesú Krist. Þannig að við þurfum blóð Jesú Krist, við þurfum vatni, við þurfum orð Guðs og við þurfum anda Guðs á hverjum degi með við göngum eins og göngum með honum. Halleluja. Það skýrt? Allir með? Allir með því sem ég tala Á hverjum degi þurfum við blóð Drottins. Á hverjum degi þurfum við heilagan anda. Og hverjum degi þurfum við orð Guðs. Gott að lesa á hverjum degi orð Guðs. Það hreinsar. Og það eykur okkur trú. Og læra að tala út orðið líka, biðja út orðið. Einhver sálmur, það kom í hugun á mér núna. Ég leitaði Drottins og hann svaraði mér og hann frelsaði mér frá öllu því sem ég óttaðist. Ég fann allt inni þegar ég sat inn í sætinu. Það var svona það bara allt inni fann ég komið einhvern ótta vá, þú getur ekki að tala orðið maður. Fann svona allt inni kom ótta. Þá bara sagði ég við Drottinn, ok, ég finn henni ótta, en ég vel bara treysta þér. Ég vel að vera sem barn og hvíla í örmum þínum. Halleluja. Og þá fann ég frið Guðs kom inn aftur. Og svo þegar ég baði hérna, þá fannst mér allt í lagi. Þannig að óttinn kemur ótt inn, að óvinurinn, hann sáir ótt inn í okkar líf. Og hann hræðist það að við stígum út og tölum orð Guðs eða störfum í nafni Drottins. Halleluja.
Halleluja. Og hann reynir líka að fá okkur til að trúa lyginni frekar en sannleikanum. Að við séum ekki hæf, en það Guð sem að gera okkur hæf fyrir heilagalanda og fyrir blóð sitt og fyrir sitt og heila orð. Þannig að hæfileikinn komin frá Guði. Halleluja. Ég ætla að lesa þess áfram í Ofinberabókinni. Þá sá ég himinin opinn og sjá hvítur hestur. Þetta svona versin í framhaldinu af því að ég var að lesa brúðkaupið. Og ég sá hvítan hest og sá sem á honum sat heitir trúr og sannur. Hann dæmir og best með réttvísi. Augu hans sem eldslogi og höfði hans mörg ennistjásn. Og hann ber nafn ritað sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann skrýddur skikkju blóðin drifinni og nafn hans orðið Guðs. Og hersveitarnir sem í himni fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Þarna ég að vísa í hreinu klæðin, skiljiði. Og af munni hans gengur út bitur sverð að slá þjóðirnar með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Og hann treður vínþröng heiftarreiði Guðs hins alvalda og á skikkju sinni og lensinni hefur hann ritað nafn konungu konunga og drottni drottna. Ég lýsi því oft yfir í mínu lífi að drottni sé konungu konunga og drottni drottni í mínu lífi. Sérstaklega þegar ég finn einhver áþján frá illum öndu koma hugan á mér. Og ég get alveg bara játað að ég finn þetta á hverjum degi. En þetta hefur engin áhrif á það hvað ég vel inn í mér, skiljiði. Það engin mælikvarði hvort ég finni einhver áþján á höfðinu á mér, hvað að gerast, hvað sigur ég á hérna inni, skiljiði. Þannig að ég lýsi drottin sem konung yfir mínu lífi á hverjum degi og hann drottni drottna og konungu konunga og hann hefur allt vald yfir því sem að herjar á mig. Og hann hefur gefið mér sigurinn hinra, muniði. Trúar sigurinn. Trúar sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Þessi áþján sem kemur undan frá, hún sigruð. Og líka syndin innan með okkur sigruð. Og það svo mikilvægt að tala blóð drottins, þess að kraftur Guðs í blóði drottins. Við frelsumst fyrir blóð Jesú Krist, fyrir það sem hann gekk í gegnum okkur þegar hann krossfestist. Það fyrir blóðið. Og í sumir kirkju þá má ekki lengur tala blóð drottins. Hvað þá krafturinn? Vitið það, hafið þið heyrt Shekínadýrðina? Hafið einhvern veginn heyrt það af, Shekínadýrð. Þetta hebreskt orð við dýr Guðs. Þetta auðmýkta dýrðin sem að Jesús tók á sig þegar hann fæddist sem maður. Það blóð sem rann í honum, og það blóð sem hann úthelt á krossinum á Golgata, að Shekínadýrðin kom þar fram. Auðmýkta dýrðin. Og þegar við auðmýkjum okkur fram fyrir Guði, við erum kannski veikleika og okkur finnst við ekki geta gengið þessa göngu, eða hvað sem kannski veikindi, hvað sem að þegar við auðmýkjum okkur fyrir Guði, bara eins og ég með 8 hérna áðan, bara drottinn, ég finn 8, en ég vel að treysta þér. Ég vel að bara gefa mér allt, ég vel bara að biðja þig að gefa mér allt í að tala orðið til í dag. Að þá mætir hann. Hann mætir. Hann bænir okkur. Hann frelsar okkur. Hann leysir okkur þegar við auðmýkjum okkur. Og bara alveg svo þegar Jesús Kristur var lagður í gröfina og hann lá. Og það segir í Jónasa Guðspjalli 10:17 að það segir að hann, ég ætla bara að lesa það. Þannig ég fari ekki að hiksta eitthvað á því. Halleluja. Fyrir því elskar Faðirinn mig, það Jesús verið að tala, að ég legg líf mitt til sölunnar svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, heldur legg ég það sjálfur í sölunnar. Ég hef vald til að leggja það í sölunnar og vald til að taka það aftur. Þessa skipan hef ég fengið frá föður mínum. Þannig hann útdeilt sínu blóði og hann var lagður í gröfina og hann lá í gröfinni í 3 daga og beið eftir að drottinn, að faðir hans myndi reisa hann upp frá dauðum. Og þegar faðir hans reista hann upp frá dauðum, að þá kom önnur dýrn yfir, sem kallað kabóldýrð, sem upprissu krafturinn. Þannig ég að útskýra það að þegar við erum í veikleika,
og okkur finnst við ekki að geta gengið þessa göngu, eða bara eitthvað, bara við erum kannski að glíma við freistingar, eða jafnvel hafa fallið í freistni, að þá bara beygjum við knið okkar fyrir Guði, við bara beygjum okkar knið fram frá honum, og við getum alveg beygt okkur innra þó að við séum standandi, skiljiði. Þetta er bara svona, ég er bara að beygja mig núna til þess að bara sýna að þetta er svona eins og auðmýkt. Að þegar við auðmýkjum okkur og bara segjum Drottinn, bara mér líður svona, ég er að glíma við þetta, mér finnst ég ekki að geta labbað þessa göngu, mér finnst ég ekki að geta bara gert það sem að þú hefur falið mér að gera, og bara við játum bara hlutin nákvæmlega eins og þeir eru, að þá kemur þessi vitnisburður sem ég var að tala um. Vitnisburðurinn á jörðu, vatnið, hvað var það? Andinn, blóðið, og vitnisburðurinn á haunum, faðirinn, sonurinn eða orðið og heilalandi, að það vitnar þegar við beygjum okkur auðmýkt. Og þegar við beygjum okkur auðmýkt, að þá erum við í rauninni á sama stað og þegar Jesús var í gröfinni. Að við erum að bíða eftir því að Drottinn komi með upprýsir kraftin inn í okkar líf. Og þegar við beygjum okkur og við þökkum Drottni, við bara sjáum ekki leið út aðstoða okkur, við sjáum ekki leið út því sem við erum að upplifa að ganga í gegnum, að bara við segjum Drottinn ég bara þakkar fyrir frelsisverkið Jesús. Ég þakkar fyrir það sem gerðir á krossinum á Golgata. Ég þakkar fyrir það að þú hefur keypt mig þér til eignar með dýrmætu blóðinu. Þegar við förum að játa og tala út og bara blessa nafn Drottins, að þá byrjar upprýsur krafturinn að koma yfir okkar líf. Sami kraftur og reisti Jesú Krist upp frá dauðum. Hann kemur inn í okkar líf þegar við auðmýkjum okkur og tökum við blóðið Jesú Krist inn í okkar líf. Enn og ný, bara með því að blessa nafn hans og þakka honum fyrir frelsisverkið. Þetta er ekki alltaf það að ganga út á það að játa sína syndir, en það er líka þannig. Það er ekki alltaf það. Heldur bara að læra að blessa hann fyrir frelsisverkið. Alveg saman hvað að gerast í okkar lífi, að blessa hann fyrir það. Og þannig göngum við áfram, þessu göngu. Dag eftir dag, þangað til hann kemur. Eða þangað til við deyjum. Ef við eigum fyrir þetta, ef við deyjum áður en hann kemur, að við fáum að fara í upprýsuna þegar upprýsuna verður. Halleluja. Þakka þér, Jesús. Halleluja, Drottinn. Heilar Jesús. Ég ætla að lesa núna vers úr Efesubreinu, 1. kafla. Vers 7. Þetta er bara svo við sjáum að þetta er satt sem ég er að segja. Þess vegna ætla ég að lesa þessa vers. Vers 7. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrotavara. Og svo vers 17-23. Ég bið Guð Drottins vors Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa yður andarspeki opinberunar, svo þér fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sálinsson yðar, svo að þér skiljið hversu von sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlegu arfleifðar sem hann ætlar meðal hinna heilugu. Ætlar oss meðal hinna heilugu. Og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum, en þetta er sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi að vakta hann frá dauðum og lét hann setja til hægri handar í himmelhæðum. Sami kröftugi mátturinn. Tókið eftir því? Sem að reista hann frá dauðum. Verkandi í okkar lífi þegar við auðmýkjum okkur fyrir honum. Eða þegar við blessum nafn hans. Þegar okkar langar ekki til að gera það. Ofar hverju tign og valdi og mætti, ofar öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessari veröld heldur og hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefa hann kirkjunni sem höfuð yfir öllu, en kirkjan líka með hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Þannig að þegar við auðmýkjum okkur fyrir Guði og bara viðurkennum hlutina sem þeir eru og bara komum okkar tilfinningar og líðan til hans, og veljum að blessa hann fyrir frelsisverkið, að þá rætast þessi ritningaversi í lífum okkar.
Það allt sigrað í okkar lífi sem við erum að upplifa og ganga í gegnum. Allt sigrað. En við þurfum að læra að taka trúna og virkjana með því að auðmýkja fram fyrir Guði og líka lýsa yfir. Hverjir hafa reynslu af þessu? Má sjá hendur? Halleluja. Þannig að þetta ekki bara orðin tóm, þetta kraftur Guðs. Þetta virkilega kraftur Guðs. Og ef að fagnaðarendi ekki talað eins og þá fær fólk ekki upplifa kraft Guðs. Það bara þannig. Og þá leysist fólk ekki heldur. Og ég þrái svo að sjá fólk leysast. Ég þrái svo að sjá kirkju Guðs starfa í krafti. Það ekki eftir neina að bíða. Við erum að það stutt eftir. Það rosalega stutt í endurkomu Drottins. Og veist, svona, ég finn alltaf að svona Drottinn, hann bankar alltaf á mitt hjarta. Þú verður að fara að gera betur. Og þá ég að tala að auðmýkja mig. Skiljiði. Gefa honum meiri tíma. Og leyfa honum að vinna verkið í mér. Og ég finn bara þessa knýjandi þörfa að það ekki langur tími eftir og það þarf að tala fyrir því að fólk gerir sér reiðubúin. Það komin tími þess að vakna upp. Að sálasjón okkar upplýsist. Við sjáum ekki skýrt nema að sálasjón okkar upplýsist. Að það sé olía á lampanum sem orð Guðs. Lampinn orð Guðs. Það sé olía á lampanum og það sé eldur logandi, þannig að við sjáum hvað að gerast í okkar lífum og hvað við þurfum að gera og takast á við og eignast sigur yfir. En hann bara sigur allt. Við þurfum bara að koma með það fram fyrir hann og biðja hann og þakka honum og lofa hann. Halleluja. Þegar Ísraelsmenn, þeir fóru út í Egyptalandi og þeir fóru í gegnum eyðimörkina og þeir komu að fyrirheitalandinu, Kananslandi, þá sendu þeir njósnamenn inn í landið. Þeir sendu 12 njósnamenn inn í landið og þeir fóru að kanna landið og þegar þeir komu tilbaka, þá höfðu þeir misjafnlega sögu að segja. Þeir sá allir risa í landinu og þeir sáu líka mjólkið flauti landið flauti mjólk og hinaki. En það voru 10 sem sögðu það að risarnir þeir voru óvinnandi. En Guð var búinn að gefa fyrir þetta að þeir myndi sigra risarnir í landinu. Hann var búinn að gefa landið og hann var lýsti yfir að hann myndi gefa sigur yfir risunum. Og það voru 10 sem sagði, já, við bara getum ekki sigra. En þá voru 2 sem sáu hlutina öðruvísi, Kaleb og Jósúa. Þeir sáu hlutina öðruvísi. Þeir höfðu annan anda. Og það þetta sem við þurfum að fá í dag. Við þurfum að vakna og sjá hlutina eins og Guð sér þá. Hann með sigurinn, hann bara sigra allt. Og við þurfum að trúa hann fyrir því að hann geti klára verkið í okkur. Hann klára verkið í okkur sem hann hefur hafið, ef við bara leyfum hann það. En það krefst þess að við auðmýkjum hann og lærum að blessa hann á hverjum degi. Það auðmýkt í því að lofa Guð. Bara hérna samkomum, fara hérna fram og dansaði eitthvað, það getur verið auðmýkt í þessu. Skiljiði. Og Drottinn hefur lagt alls konar hluti á hjarta mitt í longinu stundum og stundum bara guggnaði á oss og bara, vá, Drottinn, ég get þetta ekki núna. En hann hefur lagt alveg fáránlegustu hluti á mig í longirinni. Bara í gær þá var ég staddur á stað og bara Drottinn sagði mér bara að ég þurfti að taka svona fána og veifa honum. Og ég bara, vá, ég bara veika þetta ekki. En svo bara ákvað ég að gera þetta. Og þannig að Drottinn hann leggur alls konar hluti á okkur. Ekki endilega hann þurfi á því að halda að við gerum það fyrir hann. Heldur þetta svona svolítið að hann aðstoða hlýðnina í okkar lífi líka. Hvort við séum tilbúin að auðmýkja okkur fyrir hann. Halleluja. Ég veit ekki af hverju ég fór inn í þetta með lókirinn, en svona, ég man bara þegar ég var nýfrelsaður að mér þótti alltaf rosalega erfitt að fara inn að fremst í lókirinn. Það var reyndar ekki að þessa sal, en svona ég að tala bara fremst. Að bara fara fremst í lókirinn. Mér fannst alltaf rosalega erfitt.
Ég var svo ég var svo feimin og svona bara svona hræddur við menn í raun og veru. Bara fjötur að ganga fólki, hvað fólk hugsaði og svoleiðis. En ég fann alltaf að andinn bara knúða á það. Þú verður að fara fram og dansa. Þú verður að lofa Drottni fyrir það sem mann gerir í einu lífi. Og þegar ég byrja að taka þessi lofgjörðarskref, að það eru mínar dýrmætustu stundir, hvernig Drottni snerti mig og leysti mig. Og ekki bara það, hann gaf mér líka opinberan í orðinu. Það féll oft bara fjötur af mig og oft fann maður svona hugsanir, úr salnum svona, en maður fann alveg bara gleðin að svellin innan mig með manni að maður var að lofa Guð. Þannig ég hveti ykkur að taka líka trúarskref að fara meira inn í lofgjörðina. Já, opna fyrir meira Guði. Halleluja. Ég sé að ég er búin að tala svolítið lengi. Ég ætla bara að fara að enda mál mitt, svona hvað hverju. Það verður gott að fá bara svona lága músík núna. Tónlist á íslensku, það ekki? Halleluja. Og ég ætla að lesa að meðan hann að spila, að setja þetta í ganga, þá ætla ég að lesa aðeins úr Sálmi 45. Þannig að þetta rosalega mikið þannig, erum við að trúa lyginni eða erum við að trúa því sem að Guð segir, orðið Guðs. Sálmi 45, vers 2. Hjarta mér svellur af ljúfum orðum, ég flyt konungi kvæðið mitt, tunga mín sem penni hraðritarans. Fegur ert þú en mannanna börn. Yndisleik úthelti við varir þínar. Fyrir því hefur Guð blessað þig að eilífu. Girðlendar þína sverði, þú hetja, ljóma þínum og vegsemd. Sæk fram sigursæll, sakið tryggðar og réttlætis, hægri hönd þín mun sýna þér ógurlega hluti. Örvar þínir eru hverstar, þjóðir falla fótið þér, fjandmenn konungs eru horfnir. Þetta svona brúðarljóð, eða brúðarsálmur. En mér langaði að svona beina athyglingar að versi 4. Girðlendar þína sverði. Ég var að tala um sverðið. Hvernig girðum við lendur okkar þessu sverði? Munið þegar ég var að lesa úr Ópenbarabókinni þegar Drottinn Jesús Kristi kemur aftur og herinn með honum, sem eru þeir sem hafa lifað sigrandi lífi hér á jörðinni. Þeir koma með honum. Þetta ekki búið að gerast, en þetta mun verða í eilinni. Að þá var nafn hans ritað á blóði drifna skikkjans og nafnið var ritað á lendar hans. Hvað Guðsríkið? Hvað Guðsríkið? Já, það er innan með okkur. Og hvað kom Jesús til þess að gera? Frelsa Guðsríkið innan með okkur. Þess að þurfum að bjóða honum að koma inn í okkar líf. Taka við honum. Og þú sem hefur ekki tekið við honum sem frelsaranum, að þú þarft að gera það til þess að vera hólpinn alla eilífð. Og mér langaði svona bara að beina orðum ykkur að því að þetta orðarna sverð, það kerib á hebresku. Og að þegar Drottinn Jesús, hann hafði nafni ritað á skikkjuna, hann hafði nafni ritað á lendina, að þetta sverð sem við erum að tala um þarna, þetta í rauninni nafn Drottins. Sverðið sem við tökum þegar við lýsum yfir og þegar við blessum Drottinn, að það nafn Drottins sem verður ritað á okkur. Alveg svo það ritað á Jesús. Og þetta orðana sverð, að það sama orð í hebreskunni og þegar við erum að tala um Guðsríkið með okkur. Og það sama orð og það þegar við erum að tala um að blessa Drottinn. Sjáu þið heildarmyndina? Að þannig að þegar við veljum að blessa Drottinn, bara beygja okkur, andlega talað, auðvitað fram fyrir honum, lofa fyrir frelsisverkið, takka honum fyrir frelsisverkið, biður hreinsa okkur í blóði sínu og vasklu orðsins. Lýsa því yfir hver hann í okkar lífi. Takk honum fyrir það, að þá frelsar hann Guðsríkið innan okkur.
Hann ritar nafn sitt á okkur. Og við stöndum sem sigurvegarar. Og þessi risar í landinu sem við erum að glíma við, alveg svo Ísraelsmenn þurftu að glíma við risana, að þeir eru sigraðir fyrir trú. Drottinn gerir þetta þegar við játum það sama á hann, þegar við blessum hann fyrir það sama, fyrir það sem hann og fyrir það sem hann hefur gert í okkar lífum, að þá gerir hann það aftur á ný. Þennan dag og síðan á morgun, skiljiði. Það svo mikilvægt að velja Drottinn á hverjum degi, þakka honum fyrir frelsinsverkið á hverjum degi og nota blóð Drottins á hverjum degi og lýsa yfir því fyrir heila landa og með orði Guðs. Hvað orð Guð segir, hver fyrirheit hans eru. En þegar við skulum vita það er alltaf fyrirstaða þegar Drottinn sýnir okkur eitthvað. Þegar hann talar til okkar að gera eitthvað, að þá kemur alltaf mótstaði fyrirstaða. Það rísa alltaf upp einhverjir risar sem við þurfum að sigra í hans nafni til þess að fyrirheitið rætist. Og þetta líka þegar við erum að starfa fyrir hann og hann kallar okkur til þess að gera eitthvað. Og þá þurfum við að takast á við risa. Ég bara hef þurft að takast á við risa að bara koma upp í búlt að tala hérna, þegar ég var að taka þessi fyrstu skref. Eða komið spáldorsorð eða bara eitthvað sem Drottinn lagði á hjarta mér, þá þurfti ég að glíma við þessa risa inn í mér. Að þora ekki. Þannig að bara bæn mín í dag að bara svona hvatning. Ég ekki að tala dæmendor, heldur ég bara svona að tala hvatningu til ykkar. Að við eigum sigurinn í Jesú nafni og allt það sem við erum að horfast í augu við og glíma við, að það sigrað nú þegar. Við þurfum bara að velja að blessa Drottinn í því nákvæmlega og koma með okkar líðan til hans. Stundum líðanin slæm, stundum líðanin góð, en koma samt með hana framfyrir hann. Þannig vinnur að verki í okkur. Og þannig eignumst við þetta brúðarsamfélag við Drottinn í raun og veru. Halleluja. Með því að vera bara svo lifandi tjaldbúð. Lofgjör dag og nótt. Lofgjör til Drottins dag og nótt. Halleluja. Mustir heila sanda. Lofgjör til Drottins dag og nótt. Halleluja. Ef við ekki standa núna fætur og